Hver bær á sína útivistaparadís en skrúðgarðinn á Húsavík óhætt að kalla falda perlu. Þó hann standi miðjum bænum eins og opnist annar heimur þegar gengið yfir brúna yfir Búðará. En þennan garð hægt að ganga bæði í sól og rigningu. Skrúðgarðinn hérna á Húsavík stofnað 1975 og fyrir þann tíma þá var þetta alls saman tún og fjárhús og en 1975 þá þetta kvenfélagið tekið sig saman og stofnað skrúðgarði hér og þá það búin að standa uppbyggingi þá síðan þá. Já. Það voru konur eins og í listigarðinum á Akureyri. Já, nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Hvað vildu þær á sínum tíma gera? Hvað var það sem vakti? Já, ég held að þetta var náttúrulega bara mikið vakning á þeim tíma hér. Garðyrkjufélag Húsavíkur var stofnað á sama tíma. Það sömu konum og þeir vildi náttúrulega bara búa til einhverja svona svæði fyrir almenning að geta lappað og svona inn í miðjum bæinn. Inn í miðjum bæinn og það kannski svona helstu ókostur eins og þú sagði þetta sé svolítið falið, þetta svolítið hérna á bakvið. Við erum búin að reyna að opna þetta svona aðeins hérna út á aðalgötuna með skiltum og svoleiðis en við erum meðvitað að þetta sé einum og falið sko. Þetta falin perla. Já, þetta falið. Það alveg á hreinu. Ég vissi ekki að þetta væri hérna. Nei. Og staðkunnugir vita náttúrulega þetta og þetta þá útivistaparadís ykkar, Húsavík. Já, en við reynum náttúrulega, við erum búin að búa til göngukort yfir bæinn og við erum búin að búa til bæklinga þetta sem hérna niður á Húsavíkurstofu. Þannig að ferðamenn sem kemur til Húsavíkur og fer inn í upplýsingarmiðstöðin, þeir geta fengið upplýsingar garðinn og korti yfir garðinn og þannig að þeir geta lappað og Nú ert þú garðyrkjustjórinn hérna á Húsavík. Hvert þitt hlutverk bara hér í garðinum til dæmis? Já, mitt hlutverk hérna í garðinum bara að sjá að hirða garðinn og endurskipuleika garðinn. Þetta að vera garðyrkjumaður, þetta er svona það mann sífellt að breyta, mann alltaf að taka niður og setja nýtt og færa til og svoleiðis og það það sem ég gera hérna, það svona yfirskipulag, teikning af garðinn sem við fylgjum með göngustígakerfi, en það fyrir utan sá ég að setja niður nýja tegundir, gera tilraunir, færa plöntur til og þá við náttúrulega eins og núna sko garðinn fer svolítið svona hérna upp á við en við erum alltaf að vinna því að framlengja garðinn. Stækkan og þannig hann verður svona, hann svona umhirðustig hérna, svona mjög hátt og svo verður svona minna og svo endum við út í það sem við kallum svona villið náttúru. Já, það er svona hugmyndafræðin á bakvið. Ertu til í að sýna mér einhvern uppáhaldstað sem þú átt hérna? Eigum að kíkja Já, við skulum gera það. Já, nokkru uppáhaldsstaði. Við skulum endilega fara að lappa hérna í garðinn. Endilega, já, gerum það. Erum við þá komin hérna? Hvað er fyrsti stoppistaðurinn okkar? Já, þetta er svona einn af mínu uppáhaldsstöðum hérna í skrúðgarðinum og það er gamla toftir úr fjárhúsi. Og það sem ég finnst svo skemmtilega við þetta, það er með því að hafa svona rúst hérna inni í skrúðgarðinum að þá tengjum við aftar í fortíðina að þetta er kannski síðan 75 búin að vera skrúðgarði en náttúrulega fyrir 75 þá gegndi þetta land hérna einhverju allt öðru hlutverki. Og við sjáum það með því að skila eftir svona minja fortíðina að hérna er fjárhús og við erum með garðana hérna í miðjuna og kræ hérna og bara eins og fjárhús líta út náttúrulega. Og þá kannski þið skiljið svolítið eftir fyrir ímyndunarafli af því hér getum að koma, hvernig var þetta og hugsa það? Já, nákvæmlega. Og þetta
þetta staður sem ég sérstaklega útlendingar, ég sé þetta kannski ekki eins og í dag, en oft þegar sólin skín, þá þetta staður sem útlendingar oftar að koma og settast hérna á og að borða hérna, eða leggst hérna í skjóli hérna við grjótið og að lesa bók og svoleiðis. Þetta býður upp á því að mann fer inn í þetta og inn í þetta. Þetta eitthvað friðsælt. Þetta mjög friðsælt. Þetta lenja. Hæ? Lenja. Hvað það? Og ég með 2 mismunandi tegundar lenju og ég með annað hérna. Og þessi hérna gengur aðeins betur. Þetta hérna kemur frá Suður-Ameríku. Þetta kemur frá Chile. Og þetta var fyrirmynda tengdaföður mín. Hann fór í söfnunarferð til Chile. 1990, ég man ekki nákvæmlega árið og var að safna plöntur það niður í og tók þessi tré hérna með sem pínlítið fræplöntur með í plastpoka. Og þetta var ég að rækta nokkra ár og þegar ég kom hingað til Húsavík árið 2000 svo tók ég þetta tré með mér og setta niður hérna og þetta stendur hérna 25 ára gamalt það bíl. Ég held ég þóra fullið að þetta sé stærsta lenjan allavega á Norðurlandi. Ég nokkuð viss það. Það nokkuð fyrir sunnan úr safnið sem hann kom með heim, sem jafn stóra þessi hérna. En allavega þetta mjög sjálfgætt á Íslandi þessi stærð. Þá erum við að koma að Kvíabekk. Það gamalt býli. Já, Kvíabekk er bara býli hér og þetta stóð Burstabær og við erum að vinna núna að gera þetta upp. Við erum búin að gera upp framhúsið. Framhúsið byggt 1930. Við erum að gera það upp og það svo áfram að halda áfram. Ég núna bara í ár vona ég til þess að við getum rifið niður tóftina og það kemur hleðslamaður til mín úr ljótum hálfvitum. Nýja presturinn á Dalvík. Alla koma að hlaða þetta fyrir mig aftur. Honum ýmislegt til lista lagt. Já, heldur betur, já. Heldur betur. Þannig að hann alla koma núna í ágúst að hlaða þetta fyrir mig. Og þá allir við endurbyggja bustunar eins og það var. Þannig allir við að utan kemur þetta til mig að líta út eins og þessi Burstabær sem var svona 1930-1940 eða eitthvað svolítið. Þetta svona tímabili sem við erum svona eldast við. Og var þetta stórt bíli? Nei, þetta hefur náttúrulega ekki verið mjög stórt bíli. Nei. Ég held það stenda í fasteignamati frá 1930, það pláss fyrir 30 kindur og 1 kú. Já. Þannig að En þannig voru náttúrulega bara mörg. Svona var, þetta náttúrulega bara svona alveg verið því svona dæmigerð hvort-bíli eða ekki. Við þurfum ekki alltaf bara að endurbyggja stóra bílinn. Stóru bílinn? Nei. Allavega hérna í Þingeyjarsýslu til nógu svoleiðisbíli, bæði Laufás og Grenjastað og Þverá, þannig að það myndi vera gaman að geta byggt eitt sem svona meira eins og bara almúan ofta heima í. Við eigum eitt stæð eftir, er það ekki? Já, 2 stæð, tvo stæði svolítið við þetta. Já, við þangað. Já, við þangað, já. Þegar gengið frá Kvíabekk lengra upp með ánni komið að enn einum áningarstaðnum sem börnin á Húsavík halda mikið upp á. Á dönsku heitir þetta Bålhús. Já. Þetta er svona eldstæði og sem byggt aðalega fyrir auðvitað fyrir alla að nota þetta, en þetta var byggt aðalega fyrir leikskólan. Leikskólan fór út í svona útikennslu og þurfti svo að hafa einhverja aðstæði úti og ég byrjaði með því að hafa það aðeins upp í hinum megin. Þetta var bara svo erfitt á veturna að komast þarna upp, þannig að í fyrra litla fætur, já. Í fyrra sá
var ég látið að smíða þetta hús hérna og byggði upp þetta miklu nær, þetta svona göngufæri, þegar ég er bara örfá mínútur að labba hérna upp núna og það er hægt að moka þessi hérna að, þannig að það er hægt að moka snjón fyrir það, þannig að þetta komist að þetta svolítið. Og þá eru þau komin í nýja veröld. Og það er komin í nýja veröld, já. Eigum við að kíkja inn? Við skulum gera það. Og þetta er náttúrulega bara svona, þetta er bara skili yfir hérna, þetta svæði hérna, og það er það 2 eldstæði hérna inni og þá er þau hérna að elda, þau eru með potta, þau eru með pönnur, þau eru að búa til spagetti að hakka, þau eru að sjóða súpu og þau eru að steikja fisk og... Já, heyrðu, og svo förum við á enn eitt staðinn, já, það er þess að síðast staðinn sem ég langar að sína þar út af því að hérna, eins og þið sjá, við byrjum í skrúðgarðin hérna niður. Þessi hérna er þannig að hluta skrúðgarðinn. Já. Það verður göngustígakerfi hérna ofan, ofan við það, mann komst hérna niður og svo heldur mann hérna upp og hérna þetta verður hluta bæði göngustígakerfið í kringum bænum og svo skrúðgarðinn og bara umhýðistíginn sem segir verður bara minna. Já. Þetta er það nýjasta sem við erum að gera það, við erum bara rétt búin að gera það sem er hérna, rétt hérna fyrir ofan. Já. Í villta náttúruna. Já, þetta er mjög vilt hérna, já. Já. Það er ekki slegið grasið. Þá erum við að koma að því sem þú ætlar að sýna mér að það er nú aldeilis falin perla. Já, þetta er náttúrulega mjög falið núna, þetta er það nýjasta. Þessi dali hérna var bara, það kom enginn hérna, þetta var ekki aðgengilegt, en við erum búin að búa núna til göngustígakerfi, eða ég er að því að búa til göngustígakerfi í gegn það og svo hérna erum við búin að búa til smá tjött hérna, lækinn var bara setja upp garði hérna fyrir framann. Já. Þannig að... Og læk sem að rennur. Og svo lækinn var innan skógagerðislækinn rann hérna og við erum bara búin að setja upp stípli hérna. Eins og þetta byrjaði niðri við Andarpollinn, þá byrjuðum við stípluna þar og komum með smá lón þar og þetta er bara það sama sem við gert hérna uppi. Nema þetta sé bara mótorstípla og svo rennur lækinn bara hérna meðfram og hérna niður. Og hérna sko sér maður alveg niður. Hérna sér maður niður í gegnum dalinn og þetta fer niður í skrúðgarðinn og þetta verður náttúrulega tengt inn í skrúðgarðinn, þannig að það verður hægt að lappa, þetta verður samfylgt göngustígakerfi. Já. Nú ef maður fær skyndilega þörf fyrir að fara að spila golf, lappar maður það ekki bara hér uppi? Jú, það er þetta, maður heldur bara áfram hérna til suðurs og heldur bara áfram, þá endar þessi göngustígakerfi kemur til og með enda út á golfvöll. Já. Það lappar maður þarna. Þetta er glæsilegt. Já. Og bara alveg yndislegt að fá að koma og sjá þetta. Bara takk heilega fyrir að koma. Já, ég á eftir að koma hérna aftur. Já, það er gott. Þetta er velkomin. Takk fyrir þetta.